fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem uppi í samfélaginu vegna COVID-19. Ég býð ykkur velkomin á 303. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á vef Fjarðabyggðar. Á dagskrá fundarins í dag eru eftirfarandi fundargerðir bæjarráðs númer 691 og 692 sem verða bornar upp saman til samþykktar að veiti því andmælum. Fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 277, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 82, fundargerð fræðslunefndar númer 93 og þá eru einnig 3 almenn mál sem verða tekin fyrir. Það liður 6 fjárhagsáætlun 2020, viðauki 6, liður 7 svæðisskipulagsnefnd og liður 8 stjórnkerfisnefnd. Líkt og áður hefur verið þá notum við spjallið hér til hliðar til að óska eftir því að fá að taka til máls og bæjarfulltrúar greiði atkvæði með handauppréttingu. Einnig bið ég fundarmenn að hafa slökkt á hljóðinu, setja mute þegar ekki er verið að taka til máls. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 691 og 692 sem eins og áður hefur sagt verið bornar upp saman til samþykktar að enginn veiti því andmælum að undanskildnum lið 7 í fundargerð 691 og lið 10 í fundargerð 692 þar sem Einar Már Sigurðarson hefur vakið athygli á vanhæfi sínu í málum undir þeim liðum vegna fjölskyldutengsla. Þessi liðir verið bornir upp saman og þá sérstaklega til afgreiðslu og Einar Már mun víkja að funda með það. Orðið laust þessar fundargerðir og formaður bæjarráðs Sigurður Ólafsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að aðeins að tæpa á nokkrum málum. Ég ætla að byrja bara á byrjuninni, máli 1.1 í fundargerð 291 sem vinnustöðagreining fyrir árið 2020. Það sem gerð viðhorfskönnun meðal starfsmanna ýmislegt sem snýr að starfsánægju og starfsumhverfinu, stjórnun og fleiru. Og það er mjög ánægjulegt og það er mælanleg hækkun á flestum mælikvörðum milli ára. Þannig að við virðumst vera að standa okkur heldur betur heldur en áður. Þótt betur megi að duga skal. Það er ennþá alveg verk að vinna en þetta virðist vera réttri leið og það svona styrkir mig fyrir trú að það hefði verið rétt ákvörðun hjá okkur að ráða mannauðsstjóra til starfa til þess að setja enn meiri kraft í að þoka mannauðsmálum í rétta átt. Þetta er málflokk sem skiptir verulegu máli og okkur er alls ekki sama hvernig starfsfólkinu okkar líður í vinnunni og samkeppni gott fólk er hörð og hún mun fara harðnandi á næstu árum. Það eru stór kynslóð. Eftir stríðsára kynslóðin er að detta inn á eftirlaun. Það er kynslóð sem hefur verið þekkt fyrir tryggð og dugnað og er stór. Þannig að það verður erfitt að fylla í það skaf. Og þá þarf að vanda sig og það bendir ýmislegt til þess að yngri kynslóðir sættir sig ekki við hvað sem er í vinnuaðstæðum og þá er eins gott að kunna til verka. Þannig að við virðumst vera réttri leið en það er ennþá klárlega verk að vinna þarna. Svo ætla ég að tala aðeins þessa sölu eigna sem það er nokkur mál í báðum fundargerðunum. Ég ætla bara að tala þetta allt í einu. Eða við kannski mesta athygli tilboð í nokkuð margar íbúðir sem er verið að falast eftir því að kaupa í einum bunka. Gríp inn í Siggi, þú mátt ekki ræða lið 7 í fundargerð 691 eða lið 10 692 þar sem það er einn bæjarfulltrúi vanhæfur í þeim. Það verður rætt að þú hefur tækifæri eftir til að tala undir þeim. Gjörðu svo vel.
Allt í fína. Heyrið mér? Já, eitthvað streymir þarna talan. Ok, ég geymi það þangað til á eftir. Fyrir ég fundi gerð 692 mál 22 sem viðauki við fjárhagsáætlun. Við ræðum hann enda hér, hann á dagskrá hér á eftir sérstaklega til samþykktar og við förum kannski betur yfir hann þar, en þetta er viðauki sem upp á talsverða upphæð, en eru allt saman verkefni sem var klárlega mikilvægt að ganga í og klára, og það þetta alltaf leiðilegt að þurfa að bæta við fjárhagsáætlun, það þýðir væntanlega að maður hefur ekki áætlað alveg rétt, en þetta eru alls ekki peningar sem við erum að henda út úr gluggann, þannig að því sé bara já, ég held að hafa ekki verið neitt sérstakt annað fyrir utan eignamálin sem ég ætlaði að tæpa á, þannig að það segi þetta gott í bili bara, þannig að Einar var farin. Orðið er laust. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, biður orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar, ég ætla að koma bara inn á örfáa liði í þessum fundagerðum. Náttúrulega undanskildi því sem hér verður rætt sérstaklega á eftir. Kannski aðalega eins og formaður bæjarráðs kom inn og koma aðeins inn á lið 1.1 sem vinnustaðagreiningin og taka undir með honum, og það var mjög ánægjulegt að sjá í þessari vinnustaðagreiningu þennan merkjanlega mun sem milli ára frá því sem kynnt var í fyrra, sem sýnir okkur við séum að vinna á réttan hátt og við erum að vinna í rétta átt og vonandi og gefur okkur vísbendingu líka hvar við þurfum að gera betur. Vinnustaðagreiningin heilt yfir sveitarfélagið er með hækkun svo áður sagði, en svo þetta koma stöku stofnanir hjá okkur út, við tökum þær svo líka sérstaklega þær sem hafa náð þeim fjölda starfsmanna til þess að hægt sé að fara í þá greiningu, og þar eru ýmsir hluti sem við erum nú og munum vinna að með stjórnendur þeirra stofnana, og munum vinna með niðurstöðu vinnustaðagreiningar náttúrulega ekki bara núna, heldur inn í næsta ár til þess að takast á við og til þess að ná árangri og gera betur á þeim stöðum þar sem við þurfum á því að halda. Þannig að þetta er mikilvægt tól til þess að áttum okkur á í okkar mannlegsmálum. Fjarðabyggð mjög ef við erum fyrirtæki þá erum við mjög stórt fyrirtæki, og við þetta erum með mikið af starfsfólki og því fylgir eðlilega þarf að fylgja gott umhald sem við þurfum að nýta okkur þau tæki, og mannauðsstjóri hefur að vinna verklega gott verk, og nú ég veit þá treysti því að stjórnendur okkar taka svo niðurstöðu hver fyrir sig og vinna með þær áfram, og við þurfum svo að vera til stuðnings fyrir það. Aðeins síðan bara vekja athygli á því sem tengist, liður 8 tekin, ætla Fórst að taka lið 8 líka með hinum liðunum í 691? Nei, hann tekin, nei, hann með þessum. Bara vekja athygli á lið sem annars var 8 náttúrulega 691, og síðan það sem var lagt fram og jafnframt liður 9 í 692. Það var lagt fram verðmat fasteignasala, og í framhaldi af því að áhaldahús sveitarfélagsins á Fáskrúðsfirði var auglýst til sölu á fasteignasölu og tekið á móti tilboði því á síðasta mánudag sem bæjar okkar að taka, og svona í framhaldi því að í tengslu við það bara þetta taka fram að fjármálastjóra var falið að semja við kaupendur afnót okkar til þess að við þurfum að brúa bíl á Fáskrúðsfirði, og það komið eins og með þekkja til umfjöllunar hafnarstjórnar og var þar á fundi í fyrradag fyrirhuguð bygging sem sameiginlegar þjónustumiðstöðvar hafnar og þjónustumiðstöðvar á áhaldahús á Fáskrúðsfirði, líkt og við erum að gera á Norðfirði og höfum hyggju að gera á Reyðarfirði, og við þurfum að brúa það bil og það verður leyst þannig að þjónusta skerðist ekki í tengslum við þessa sölu, og við munum ganga á því núna í tengslum við töku tilboðsins
bæði út frá afhendingu en við stefnum að fara í byggingu á nýju húsi á komandi ári og því verður lokið vonandi komandi haust. En við erum að vinna þar kostnaðaráætlun núna innan Hafnarstjórnar og sem verður lögð fyrir Hafnarstjórnar 9 í byrjun nýs árs. Aðeins í sambandi við, svo kannski eins og við sjá þá töluverð sem ánægjulegt, það töluverð eftirspurn eftir húsnæði núna á Breiðdalsvík og þar voru komin kauptilboð í okkar eignir sem þar eru og við höfum verið að vinna, við höfum selt núna eftir því sem að það var losnað og þannig að það er ánægjulegt að sjá þann áhuga sem þar undir á húsnæðiskaupum og vonandi vísbendingum að þar sé svona ákveðin fjölgun sem eigi sér stað og ákveðin svona meiri umsvif. Síðan aðeins bara hér í tengslum við lið 15, Heilbrigðisstofnun Austurlands, bara til þess að kynna bæjarfulltrúum hér. Við gegnum aðgerðastjórn Austurlands eigum þar sæti og aðgerðastjórn náttúrulega eitt af okkar stærstu verkefni núna náttúrulega COVID og það takmarkanir sem við búum við og annað slíkt. En nú náttúrulega hillir undir að bólusetningar fara að hefjast, því miður vorum kannski ekki alveg eins góðar fréttir á fundi almannadeildar, í morgun uppsýningarfundu almannadeildar sem sendu var út. Það sem kemur í ljósa að við munum ekki fá jafn mikið þá Íslanda bóluefni eins og við gerum ráð fyrir í byrjun árs, þannig að þetta mun verða lengra ferli. En sem sagt að sjálfsögðu höfum við, Heilbrigðisstofnun hefur óskað eftir við okkur að við fá afnóta húsnæði okkur til þess að fara í þessa bólusetningu þegar hún hefst og gert ráð fyrir að hún hefjist í byrjun nýs árs, auðvitað ekki kannski þeirri stærðargráðu sem við hefðum vonast til, en að sjálfsögum að sveitarfélagið bregðast við þessu og höfum tekið afstöðu til þess. Heilbrigðisstofnun gerir ráð fyrir að það verið bólusett á 2 stöðum í Fjarðabyggð, það er svona fyrstu útfærslu þeirra. En þetta er ómögulegt að segja núna í ljósi þess hvernig útdeilingin verður, hversu mikil þörf, á hvað mörgum stöðum. En við fyrstu áætlanir gerir ráð fyrir að bólast á 2 stöðum og það kallað en við munum ekki hafa aðra aðkoma að því heldur en að leggja til húsnæði og annað slíkt og umhaldi kringum það. Heilbrigðisstofnun stýrir þessari bólusetningu, landlæknisembættið stýrir því náttúrulega hvernig verður kallað inn í bólusetningu. En að sjálfsögðu þetta bara sameiginlegt verkefni sem við munum takast á við. Vonandi verður þetta gert kannski hraðar heldur en útlit var fyrir allavega í morgun svona með þær fréttir sem voru. En við erum allavega klára og búin að senda inn og jafnframt höfum við náttúrulega sendt inn okkar list eins og önnur sveitarfélög sem var kallað eftir ákveðnum forgangslistum hjá sem búið að skila inn til heilbrigðisyfirvalda. Síðan ætla ég bara með leyfi forseta kannski aðeins hér undir fundargerð bæjarráðs að tengist nú ekki kannski efnið sem tengist kannski þeirri rigningatíð sem við erum í núna. Forseti heimila það að örstutt bara á hálfu bæjarstjóra. Eins og með ekki farið fram hjá neinu okkar þá náttúrulega búin að vera ofsa fengin rigning núna síðustu daga á Austurlandi og sem hefur náttúrulega valdið hvað mestum erfiðleikum og búsögum hér hjá nágrönnum okkar hér fyrir norðan og hugur okkar með þeim í því á Seyðisfirði að takast á við þessi skriðuföll og spýjur sem hafa staðið þar yfir og hafa valdið tjóni og náttúrulega eins og við þekkjum líka vissu alvarlegar sem fylgir alltaf mikil óvissa sem betur fyrir höfum við ekki lent þarna en enga síður hefur þetta reynt mjög á og í gær voru ákvað lögregla í samráði við Veðurstofu og eins náttúrulega við vorum upplýstum við það að svona gefa ákveðnar leiðbeiningar til húsa við Grjóta og Lamberra og Eskifirði. Svona leiðbeiningar bara til að hafa í huga. Þar var ekki sett á neitt hættustig vegna þess að þetta hefur rignt hvað mest á Eskifirði og það komin, virðist vera og það komin svona, þar hafa verið vöxtur í ám og frárennsliskerfi okkar hafa átt mjög erfitt með að eiga við á stöðum. Ekki bara þar heldur sem annars, það líka hvað mest þar álæg og við þurfum að skoða það mjög vel núna á komandi ári. Ég get bara fullast mennum að starfsmenn bæjarins og að reyna að gera sitt besta til þess að afstýra því að þetta valdi tjónu en engu að síður þá ráðum við ekki við hvorki veðrið og kannski ekki við allar þar aðstæður. Við höfum verið að hreinsa niðurföll, á móti hefur komið, það hefur verið há sjávarstaða sem heldur á móti niðurföllunum eða frárennsliskerfinu líka.
Þannig að það hafa verið erfiðleikar svona hvað mest þar. Árfarvegirnir sem eru Varðir og Eskifirði standa mjög vel í þessu og svo sem líka Grjót og Lamberá hafa verið ofan í sínum farvegum og það mjög vel með þessu fylgst af hálfu Veðurstofunnar. Sævar Guðjónsson sem tekið við ofanflóðavöktun fyrir Veðurstofuna hefur verið vakinn og sofinn yfir því að fylgjast með hlíðunum. Þannig að menn gera allt sem þeir geta. Svo býður okkar það verkefni að skoða það. Við höfum vitað það nokkuð skeið að það ákveðnar tregður í frárennsliskerfinu hjá okkur. Þar meðal annars sem við þurfum bara að skoða núna mjög vel á komandi ári hvernig við getum leyst út til að minnka áhættu á því að þau standi ekki undir því sem þau að gera. En svo sannarlega þá stjórnum við ekki veðrinu og þó að það væri eftirsóknarvert stundum að geta stjórnað því og við reynum allt okkar besta. Þannig ég vil að það sé fullvissa bæjarfulltrúa og fólk það að við vinnum að því hörðum höndum að reyna að afstýra því sem við getum. Því miður tekst ekki alltaf allt og ég hef alveg átt samskipti við fólk og fyrirtækjendur og starfsmenn okkar líka sem hefur áhyggjur og kannski ekki allir sátt og við reynum að bregðast við öllum þeim beiðnum og ég vona það að okkur takist nú að komast gegn og hætti nú að rigna einhvern tímann og ekki síst hér með nágrannar okkar í huga sem hvað mest hefur nú gengið á Austurlandi en svo sem líka hér alls staðar. Þannig að vonandi fer nú að stytta eitthvað upp þegar líður á helgina þó sé ekki annað og eitthvað svona komast í jafnt lag. Ég vildi bara aðeins fá að greina frá þessu. Þakka fyrir forseti, það er ekki fleiri hjá mér. Takk fyrir þetta, Björn, og fyrir þessar upplýsingar. Mikilvægt að upplýsingaflæði sé gott þar sem ég veit að allir eru á vaktinni. Pálína Margeirsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk. Forseti og góð fundarmenn. Mér finnst nú kannski rétt að fagna þeim áhuga sem má sjá í fundargerðum bæjarráðs að á eignum sveitarfélagsins. Það hefur náttúrulega verið okkar markmið undanfarin ár að losa sveitarfélagið við eignir sem við teljum ekki lengur að samræmist okkar þörfum og kannski í leiðin að nýta betur þær eignir sem við komum til með að eiga áfram og eins og þarna kemur fram þá náttúrulega hentaða kröfur okkar á sumum sviðum að í rauninni að fara í nýbyggingar og ég efast ekki að til lengri tíma litið þá sé hagkvæmara eins og með áhaldahúsi á Fáskrúðsfirði þar sem við í dag teljum það of stórt og það kemur til með að kalla á viðhald á næstu árum að þá og það náttúrulega verið að sameina 2 starfsstöðvar í eina og að sjálfsögðu þetta gert til hagræðingar til framtíðar litið. Og í þessu samhengi má kannski nefna eins og til dæmis bara dæmið með samkomuhúsin okkar sem við höfum verið að reyna að koma í meiri virkni og það hefur tekist í 2 húsum og mér finnst bara frábært að sjá að þennan áhuga og ég vona eins og með samkomuhúsin að okkur takist vel til í þessum 2 húsum og þá ég tala náttúrulega Egilsbúð og Félagslund og verið frábært að við fyndum ný og meiri hlutverk fyrir fleiri hús sem við eigum. Og þannig að það hefði meiri nýtni heldur en þau hafa í dag. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs að undanskilnum lið 7 í fundargerð 691 og lið 10 í fundargerð 692 upp til samþykktar. Þeir sem það eru samþykkja, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það liður 7 í fundargerð 691 og liður 10 í fundargerð 692 og Einar Már Sigurðsson víkur að fundi á meðan. Einar farinn og það þá þessi liðir, liður 7 og 10 í þessum fundargerðum snúa sama máli sem kauptilboð í fasteignir í Neskaupstað og á Eskifirði. Bæjarráð hefur samþykkt að ganga til viðræðna við tilboðsgjafa sölu íbúðanna og hefur falið fjármálastjóra að hefja samningaviðræður við tilboðsgjafa og leggja fram samning sölu fyrir bæjarráð á loknum viðræðum. En orðið laust þessa liði og Sigurður Ólafsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Ég vona að þið heyrið í mér. Það er tæft hjá sambandi núna. Bara örfá orð Sorry, ég datt út. Heyrið í mér núna? Já, þú ert komin inn. Ok. Aðeins örfá orð þessa íbúðasölu og reyndar aðeins þessi fasteignasölumál heilt yfir. Það er verið að selja hérna náttúrulega nokkuð stóran bunka af íbúðum í einu sem við eitthvað kannski smá athygli. En þetta eru allt eignir sem hafa verið á sölulista í talsverðan tíma og það er eftir að taka fram að þarna eru engir íbúðar sem eru að leigja sem sko félagslegt úrræði. Þetta er bara íbúðir sem eru í leigu á markaði og það er að sumu leyti gott og það eru aðilar sem eru að kaupa þær allar í einu og hafa áhuga á því að halda þeim áfram í leigu. Það er svona eykur líkurnar á því að það sé hjá okkur virkur leigumarkaður. Ef að þetta hefði alltaf verið keypt af einstaklingum eða aðilum sem ætluðu ekki að leigja þetta út, þá náttúrulega yrði leigumarkaðurinn þeim þrengri og það er mikill skortur á leiguhúsnæði allavega á Norðfirði. Og það er bara gott að menn skuli hafa þannig trú á okkar samfélagi að þeir séu að fjárfesta þetta stórar upphæðir, skuli séu að tækifæri í því og það á svo sem við allar þessar sölur. Þetta eru jákvæð teikn það að við séum samfélag þar sem er eitthvað vit í að fjárfesta, sem ég held að sé gott. Og það er svona okkar langtíma stefna náttúrulega er að fækka eignum í eigu og umsýslu sveitarfélagsins. Þannig að ég held að þetta sé heilt yfir gott mál og verðin sem eru að bjóðast eru ásættanleg. En fleiri ætla ég ekki að segja þetta. Takk fyrir þetta. Ragnar Sigurðsson hefur beðið margir til svörs. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Ég langar nú bara svona að taka undir það sem hefur komið hér fram undir bæði þessum lið og almennt sölu fasteigna. Þetta hefur verið lengi markmið hjá okkur og við svona, minnstu kosti í umræðunni skerptum á þessu við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Þetta eru eignir sem hafa verið á sölulista og við brugðum á það ráð í ljósi þessa tilboðs og jafnframt bara þessarar áherslur að fækka eignum Fjarðabyggðar, að setja sölulistan í heild sinni á vef Fjarðabyggðar þannig að það væri ekki svona erfitt að bregðast við í rauninni hvað skiptir sem það kemur eitthvað tilboð í eignir sem að vera með á sölulista og þá þetta sjónarmið varðandi það hvort að eignin hafi verið auglýst sérstaklega. Þannig að mínu mati var það bara mjög góð leið að vekja athygli á hvaða eignir eru á sölulista þannig að það ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum og allir standa jafnfætis og að mínu mati þau kauptilboð sem hafa komið fram í þær fasteignir sem að við erum með til sölu svona innan skekkjumarka og það verður auðvitað að horfa til þess að þetta megninum til eignir sem að við höfum fengið kauptilboð í eignir sem að þarfnast viðhalds og þannig að þó svo að þetta sé ekki allt saman tilboð sem að ná sölu mati eignarinnar að þá þarf að taka tillit til fleiri liða og eins og þarna þegar að aðilar bjóða í margar eignir í einu og þá þarf auðvitað að horfa til þess að þarna er aðili sem að koma og býður í allar þessar eignir í einu og hefur fyrirætlanir það að fara með þær á leigumarkað. Og við höfum einnig rætt það á bæjarstjórnarfundum og í nefndum þennan fjölda sem við höfum haft af
íbúðum sem eru eyrnamerktar félagslegum úrræðum en afskaplega takmark af þeim nýst í slík úrræði. Við höfum einfaldlega verið að nýta þetta í mun fleiri úrræði heldur en það sem að fellur þar undir og einnig eru brotalamir í þessu félagslega húsnæðiskerfi. Það er að segja, mitt mat er það að það sé skynsamlegra að bregðast við því frekar en að eiga eignir að koma til móts við félagslega húsnæðiskerfi með leigustyrkjum frekar en að eiga íbúðir sem að nýtast stundum og ég held að þetta úrræði sé bæði heppilegra fyrir þá einstaklinga sem þess þurfa og eins sveitarfélagið. Þannig að þetta er mjög jákvætt skref og ég fagna þessu. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri Norður fyrir svar. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar, ég vil nú bara taka undir aðeins með þeim sem hér undir hafa rætt og kannski fara einmitt að ávarpa það sem Ragnar endað á, af því að ég veit að við höfum orðið aðeins vör við fyrirspurnir slíkt núna eftir að við tókum fyrir þetta tilboð sem barst í, eins og áður segir, þær eignir sem við höfum áður skilgreint inn á sölulista sem fjallað árlega og hefur verið fjallað árlega síðustu ár. Auðvitað höfum við líkt og komið fram hjá þeim báðum unnið þannig að þegar íbúðir hafa losnað hjá okkur úr leigu þá höfum við settar á fasteignasölur en núna þessi tilfelli sem kemur tilboð frá félagi sem ætlar sér að halda áfram á leigumarkaði og vill taka við þessum samningum og taka við þeim þannig að fólki sé tryggður sinn réttur áfram, þá þetta gerir það verkum að Bæjarráð tekur þessa ákvörðun sem var mjög skynsamleg og gerir það kleift líka það öryggi. Eins og kom fram hjá formanni Bæjarráðs þá allar þessar íbúðir voru í almennri og eru í almennri leigu. Aðeins bara til að ávarpa þær áhyggjur sem hafa verið af fyrirspurnir sem við aðeins fengi í gegnum ábendingakerfi sveitarfélags einmitt eins og Ragnar kom inn á þá sem þurfa á félagslegum úrræðum að halda eða þurfa á aðstoð að halda, hugsanlega til skamms tíma, stundum lengri tíma, bara misjafnt, þá engin breyting á því að sveitarfélagið mun áfram bregðast við þeirri þörf og við höfum gert það náttúrulega mjög langt skeið. Við erum með og munum eiga, við eigum og höfum skilgreint nokkrar íbúðir í svona bráðaaðstoð þar sem við höfum haft en fyrst og síðast höfum við náttúrulega á liðnum árum unnið með það að greiða sérstakar húsaleigubætur til þeirra sem það þurfa til þess að þið geti bara verið á almennu leigumarka. Ég held að það sé eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ragnars, ég held að það sé skynsamlega og við höfum verið sammála það mjög skynsamlega í staðinn fyrir að vera með einhver heilu húsin svo kvöldandi einhver félagsleg úrræði heldur gera fólki kleift að vera á almennu markaði, aðstoða það við það meðan á því þarf að halda og það munum við sannlega gera þannig og það alveg sammerkt það í Bæjarráði öllu að við munum halda og bregðast við því áfram með sama hætt og við höfum gert langt skeið. Ástæða þess að þetta sveitarfélagið eða fyrir þess átt þennan fjölda íbúða náttúrulega að þetta arfur frá hinu gamla svokallaða byggingasjóði verkamannakerfi þar sem voru byggðar íbúðir allt land til þess að fyrir tekjulegri einstaklinga sem þú gast keypt og svo skilað inn þegar þú ákvaðst að fara eða keypt fyrir annað húsnæði þá var endur kaupsréttur á þeim og það skýrir nú kannski þennan mikla fjölda. Við aftur á móti erum ekkert bestu leigusalar í heimi eftir að það kerfi breyttist og hefur breyst á síðustu árum sem við þekkja. Þá erum við kannski ekkert endilega þetta sveitarfélög ekkert bestu leigusalarnir en aftur á móti við reynum að styðja við þá félög og fyrirtæki sem vilja fara í þá áttina og við erum núna einmitt svo hefur sést í fyrri fundargerðum Bæjarráðsbúnir sem erum að eiga í samtölum við fyrirtæki sem að horfa til slíkra lausna hér og verður fróðlegt að sjá. En eftir sem áður bara það sé ávarpað svo að það áhyggjur sem hafa komið upp hvort að þetta gerir það einhvern hátt það verkum að sveitarfélagið mun ekki geta brugðist við félagslegri þörf, þá það ekki. Við munum halda áfram eftir því kerfi sem við unnum nokkuð skeið að við munum hjálpa þeim sem þá þurfa að halda með þeim hætti að þeir geti verið á almennu leigumarkaði
en fengi til þess þá sérstakan húsaleigustyrk sem ég held að sé skynsamlegt, því að það með því erum ekki að eyrnamerkja einhver ákveðin jafnvel heilu fjölbýlin undir það, af því að oft erum að ræða jafnvel skammtíma aðstoði fólk, því að það er alltaf markmið okkar að fólk komist aftur þá á þann stað þurfi ekki, en ef það þarf þá ætlum við að sjálfsögðu að standa á baki að fólki svo við gert. Það var ekki fleira, takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég upp lið 7 í fundargerð 691 og lið 10 í fundargerð 692 upp til samþykktar þeir sem þá þessa liði samþykkja. Samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má hleypa Einari Má Sigurðsssyni bæjarfulltrúa inn á fundinn aftur. Hér er hann mættur. Þá erum við komin í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 277 og ég ætla að taka til máls undir þeirri fundargerð. Liður 2, sorpmál í Fjarðabyggð, en fyrir þessi ári var samþykkt að framlengja ekki samningi við Íslenska gámafélagið sem rennur út núna áramótin og hefur málið verið til vinnslu á þessu ári á framkvæmdasviði við að skoða aðferðir og útfærslur á sorpbyrði og meðhöndlun úrgangs. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti á síðasta fundi sínum og á þessum fundi tillögu sviðsstjóra framkvæmdasviðs að útfærslu að útboði af verkþáttum við sorpbyrði og meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu og fól sviðsstjóra framkvæmdasviðs að vinna áframhaldandi vinnslu málsins. En í svona grófum dráttum þá er útboðið með þá vera þrískipt, að það er sem sagt sérstaklega sorpbyrðan verði boðin út sem og svo einnig vinnsla og endurvinnslu efnis sem verður þá einnig boðið út og á móttökustöðurnar verður leigan á gámum og þjónustan við að tæma gámana og annað umstangu við gámana boðið út. Fjarðabyggð tekur yfir áramótin móttökustöðvarnar og Þernunnes og verið að vinna að undirbúningi að þeim skiptum. Samið hefur verið við Íslenska gámafélagið að sinna annarri þjónustu þar til niðurstöður að útboði liggja fyrir. Það er einnig inn í þessu að moltan hún mun vera keyrt til Akureyrar þar sem að það hefur þetta ekki alveg gengið upp þessi moltugerð hér eins og við hefðum kosið, þannig að þetta er sú leið sem er lagt til að verði farið þá núna en með þessari útfærslu þá geta fleiri boðið í þessi verkefni og þar sem því er skipt upp í 3 verkþætti og hægt að samhæfa einn aðila eða jafnvel 3 þessa verkþætti og með þessu það ættu fleiri og minni verktakar í heimabyggð möguleika á að bjóða í þetta verk sem er mjög ánægjulegt. En ég vildi bara aðeins fara yfir þetta, gefa meiri bili en orðið er laust. Svo þetta á. Það er ekki stuð. Já, en orðið er laust fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að ég ber fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 277 upp til samþykktar. Þeir sem hann samþykkja, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 82 og orðið er laust. Fundargerð Pálína Margeirsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og góða fundarmenn, mér langar aðeins að vekja athygli ykkar á lið 2 í fundargerðinni, en þar er sem sagt á ferðinni samvinnuverkefni á milli Fjarðabyggðar og Múlaþings, en það eru fræðslustjórarnir okkar, þessara sveitarfélaga, þau Þóroddur Helgason og Helga Guðmundsdóttir sem hafa haft veg og vanda að þessu.
og þetta sem sagt verkefni sem snýst sem sagt það sem þau völdu að yrði verkefni okkar, það sem sagt að bæta líðan ungmenna 13 til 16 ára með fræðslu, forvörnum og skipulögðu hópastarfi og hafa fengið til þess veglegan styrk frá Alcoa Foundation og verkefni kemur til með að byrja strax á nýju ári og mér finnst þetta frábært verkefni og bara full ástæða til að þakka fræðslustjórunum okkar og sjálfsögðu Alcoa fyrir þetta frábæra framtak. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er fundargerð fræðslunefndar númer 93 og orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð fræðslunefndar númer 93 upp til samþykktar. Einar Már hefur beðið orðið hérna. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bara örfá orðum þessa ágætu fundargerð. Það er fyrst til að taka að við lukum að þessum fundi að taka á móti skólastjórum, við erum tilfelli aðstoðarskólastjóra til þess að fara yfir skólanámskrár og starfsáætlanir, leik- og grunnskólana hjá okkur og bara til þess að fyrir þá sem hafa gaman að því að lesa slíkt yfir þá fylgir það auðvitað fundargerðunum en það sem var ánægjulegt við þetta var þetta hvað sem ég vissi svo sem fyrir auðvitað og þið öll að starfið í þessum stofnunum er afskaplega gott og fjölbreytt og metnaður mikill og það er mjög ánægjulegt hvað hljóð í öllum stjórnendum var sérstaklega gott og allir fullir bjartsýni og baráttuhug fyrir framtíðina, þannig að það var mjög ánægjulegt. Síðan aðeins að taka undir bara með Pálínu varðandi þetta ágæta samvinnuverkefni sem að Fjarðabyggð og Múlaþing er að fara á stað með. Mjög mikilvægt og metnaðarfullt verkefni fyrir 13 til 16 ára, þar sem er bæði fræðsla og forvarnir og svo skipulagt hópastarf og þarna eru auðvitað skólarnir, grunnskólarnir og félagsmiðstöðvarnar í fararbroddi. Þannig að það er ánægjulegt bæði það að fá svona góðan styrk frá Alcoa og ekki síður það að þessi sveitarfélög taki höndum saman til þess að leiða þetta því að það er ekki spurning um það að þarna eru samlegðar áhrif gífurleg. Síðan bara aðeins að vekja athygli á því að það er komið skipulag á sumarlokun leikskólann og það er allt gert í mjög góðu samstarfi og eftir niðurstöðum starfshóps sem skoðaði þessi mál, þannig að það er búið að raða þessu öllu upp og gengur upp gagnvart öllum stofnunum. Takk að sinni. Takk fyrir þetta Einar. Orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál. Það er liður aðeins að finna þá er liður 6. Það er fjárhagsáætlun viðauki 6. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum leið. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Eins og fram kemur þá var á fundi bæjarráðs viðauki 6 er svona nokkuð margþættur og svo oft viðaukar sem í lok árs sem taka á svona ýmsum frágangsmálum einnig. En hann er sem sagt samsettur af vegna framkvæmda, bæði eignasjóðs, vatnsveitu og fráveitu, líka vegna námsstyrkja, símenntunarsjóðs, framlags vegna COVID til starfsmanna, kaup á Sæbergi 1 á Breiðdalsvík, akstri vegna sundkennslu og leiðréttinga á áætlun ársins. Á fundi bæjarráðs 23. nóvember var samþykkt að vísa minnisblaði sviðsstjóra sem framkvæmdastjóri sem þar lagði fram minnisblað vegna framkvæmd og viðhaldsverkefna á árinu 2020 til fjármálastjóra og gerði viðauka, en í minnisblaðinu var farið yfir þau verkefnin á árinu og breytingar sem þar væri óhjákvæmilega undir vegna umfangs þeirra
og þar eru helst að nefna, það er annars vegar 13 milljónir sem bætt við í sambandi við endurnýjun á skólahúsnæði á Breiðdalsvík og 10 milljónir vegna gatnaframkvæmda við Skólaveg á Fáskrúðsfirði. Nú það verkefni loksins að mestu leyti eða svo til lokið, náttúrulega eitthvað frágangur eftir. Verkefni sem var afar brýnt en hefur verið mikið umfangs, náttúrulega sem að þekkja, verið eitt af okkar helstu verkefni síðustu ár og náttúrulega, og við vissum þegar við gengum til þess verðs að þar væri undir mikil framkvæmd sem væri erfitt að mörgu leyti að áætla endanlega hvernig lægi fyrir en að væri fara að takast á við sérstaklega náttúrulega veitukerfin sem þar voru sem voru mjög gömul og þurftu á miklu viðhaldi að endurnýjun að halda frekar að sagt. Þannig að 10 milljónir bætast þarna við vegna gatnaframkvæmdanna við þann lið í eignasjóði, 30 milljónir vegna framkvæmdakostnaðar við leikskólann Lyngholt á Reyðarfirði, tengist verkefninu lóðar, 40 milljónir vegna framkvæmdakostnaðar í Vatnsveitu á Fáskrúðsfirði og síðan 31 milljón vegna framkvæmdakostnaðar við Fráveitu á Fáskrúðsfirði. Eins og segja, þetta eru verkefni sem tengd eru náttúrulega endurnýjun skólavegarins og síðan náttúrulega frágangi og endurnýjun í tengslu við Vatnstang sem var reistur á síðastliðnu ári eins og menn muna, sem náttúrulega hafði alveg gerbreytti að mörgu leyti Vatnsveitu og þegar hvernig við getum staðið undir þeirri nauðsynlegu innviðaþjónustu sem á Fáskrúðsfirði. Jafnframt í viðaukanum jafnframt eins og áður sagði verið að ráðstafa þeim styrkjum sem bæjarstjórn samþykkti hér í vor eða bæjarráð réttar sagt í umboði bæjarstjórnar þann 7. júlí sem var framlag til starfsmanna sem þakkir fyrir þeirra störf í COVID ástandi vorsins eða síðastliðins vetrar og vors. Þannig að hér verið að ganga frá útskiptingu og því á deildir upp á 3,2. Við erum jafnframt að færa til milli deilda málaflokka af ónýttum fjárveitingum innan sem var samþykkt á fundi bæjarráðs 9. nóvember. Jafnframt þá var samþykkt að kaupa fasteignina Sæberg 1, gamla kaupfélagið á Breiðdalsvík sem á sér langa sögu og en voru fjármögnuð þessi kaup með skuldajöfnun hafa ekki áhrif þar að leiðandi á fjárhag sveitarfélagsins. Síðan verið útskipt deila út námsstyrkjum eins og venja í lok árs upp á 4,6 rúmar. Jafnframt útdeila símenntunarsjóðunum sem upp á 9,4 eins og þekktir í lok árs og síðan verið að fara yfir liðin óviss útgjöld sem hjá bæjarráði vegna ýmissa samþykkta sem upp á 11,1, 11,2 tæplega aukningu danskennslu og tilfærsla þar á liðum milli deilda og síðan til þess að mæta sundkennslu því að eins og með þekkja þá fór sundkennsla við grunnskóla Reyðarfjarðar fram ekki þar nú vegna ástand sundlaugarinnar. Við samþykktum það að bæjarráð samþykkti á fundi sínum 10. júlí að sundkennsla yrði eins að hausti núna 2020 og ekki var búið að taka afstöðu til fjármögnunarakstursins þar sem hann lá ekki fyrir í endanlegri mynd en hann liggur fyrir og 3,7 milljónir króna. Þannig að honum bætt við fjárhagsáætlun vegna rekstrarkostnaðar í þessu. Og sama dregin hafa þessar breytingar þau áhrif að rekstrarkostnaður í A-hluta hækkar 3,7, í B-hluta lækkar í fráveitum 11, fjárfestingar í eignasjóðum í A-hluta hækkun 62 og í B-hluta fráveitum vatnsveitum 71 og eigið fé einstakra stofnana og samstæðna heild breytist til samræmis þannig að áætluð sjóðsstaða í árslok nú 440 milljónir króna. Þannig að þetta viðauki 6 sem hér mælt fyrir og byggir á áður samþykktum bæjarráðs. Takk fyrir þetta. Orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið. Þá ber ég upp til samþykktarlið 6, viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2020. Þeir sem það samþykkja, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 7, svæðisskipulagsnefnd. Ég mæli fyrir endurskoðun starfsreglna, vísa frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, staðfestingu Fjarðabyggðar á endurskoðun á starfsreglum svæðisskipulagsnefndar, sem taka meðal annars mið af sameiningu sveitarfélaga á Austurlandi. Og orðið laust þennan lið.
Það eru engin beðið orðið, þannig ég ber upp lið 7, staðfestingu og endurskoðun starfsreglna svæðisskipulagsnefndar til samþykktar. Þeir sem það samþykkja, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komið lið 8, stjórnkerfisnefnd. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, eins og kom fram þá samþykkti bæjarstjórn á fundi sínu 1. desember að bæjarráð sveitarfélagsins verði skipað eins og menn þekkja í gegnum tíðina sem stjórnkerfisnefnd til að fjalla og endurskoða og koma með tillögur breytingu stjórnskipulagi ef það sé niðurstaða hennar. Og þá eins og alltaf markmið þegar við höfum tekið slíkt til skoðunar að endurskoðunin feli í sér skilvirkni, hagkvæmni og framþróun. Bæjarráð vísaði nú á fundi sínum 14. desember til stjórnkerfisnefndar umfjöllun. Það kom minnisblað og tillaga frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs skipulagsbreytingar á fjölskyldusviði og stjórnkerfisnefndin tók það fyrir og leggur hér til eftirfarandi breytingar sem vísa hér til umfjöllunar og afgreiðslu. Þarna verið að leggja til í samráði við út frá tillögu sviðsstjóra fjölskyldusviðs að verkefnaskiptin á sviðinu taki breytingum í samræmi með áðurnefndu tillögur að því verið áfram skipt upp sviðinu eftir 4 málaflokkum og yfirmenn þeirra málaflokka heyra undir sviðsstjóra eins og verið nú. Þannig að breytinga verða í þessu felast enga breytinga verða á verksviði fræðslustjóra en stjórnandi fjölskylduráðgjafar og barnaverndar fær nýtt starfsheiti og verður stjórnandi barnaverndar og félagsþjónustu og það horft til þess að það sé samræming á starfsemi barnaverndar og félagsþjónustunnar og undir hann mun jafnframt heyra fjölskylduráðgjöf, barnavernd, félagsþjónusta, stoðþjónusta, eldri borgara og öryrkja ásamt dagvist aldraðra. Áðurnefndur verður starfsmaður félagsmálanefndar og barnaverndarnefndar. Félagsmálastjóri fær nýtt starfsheiti og verður stjórnandi forvarnar og stuðningsmála við fatlað fólk. Undir hann mun heyra búsetuþjónusta, stuðningsþjónusta, málefni fatlaðs fólks og forvarnarverkefni ásamt jafnréttis- og mannréttindamálum og hann verður jafnframt starfsmaður forvarnarteymisins eða innleiðinguna á Spretti sem okkar forvarnarteymi og eins og í líkingu Austurlandslíkani. Starf íþrótta- og frístundastjóra breytist og hann verður stjórnandi íþróttahúsa og sundlauga. Undir hann mun heyra rekstur íþróttamannvirkja og vinnuskólinn sem nú að færast til í stjórnkerfinu hjá okkur, umsjón hans og þann verður starfsmaður íþrótta- og tómstundanefndar. Undir svo þetta kemur staða deildarstjóra frístunda- og tómstundamála sem heyrir undir þennan stjórnanda. Hann mun taka fyrir tómstundamál, félagsstarf bæði aldraðra og frístundastarf barna, æskulýðsmiðstöðvar, skóladagheimili og sumarfrístund sem þá sömuleiðis undir ungmennaráði. Hann hefur verið starfsmaður ungmennaráðs og öldungaráðs. Þessi breyting byggir á náttúrulega eins og áður sagði og gerð í góðu samstarfi inni á fjölskyldusviði þar sem þetta hefur verið rætt. Þessi breyting byggir á líka þeirri hugmyndafræði sem kom fram í úttekt Ráðríks EHF sem tók hér út málaflokkinn og lagði fram skýrslu daginn hér hjá okkur. Hún leið til þess að hefja undirbúninga ákveðnum áframhaldi vinnu með þann málaflokk. Það styðja við markmið fjölskyldustefnunnar og efla faglegt starf, það mat stjórnkerfisnefndar og við munum ná með þessum breytingum betur utan fjölskyldumál sveitarfélagsins og með það markmið að sveitarfélagið verði góður staður fyrir fjölskyldur áfram eins og það hefur verið. Í þessu náttúrulega felst að því að það hefur verið spurt og að spurt að bæra kostnaðargreiningu, í þessu á ekki að felast kostnaðarauki, það er mat sviðsstjóra ásamt fjármálastjóra. Í þessu felst náttúrulega að við settum með fjárhagsáætlun með óbreytt, þarna erum við að sameina og fella undir störf og gera breytingar með það að markmið að geta tekist á fleiri verkefni en í þessu felst ekki kostnaðarauki. Við náttúrulega leið lagt til að mér sé falið sem bæjarstjóra að endalega útfærsla breytingar sem leiða ákvörðunni, það er uppfærsla á samþykktum sveitarfélagsins ef það þarf. Erindisbréf nefndanna, farið við þær og svona ganga frá því og svo náttúrulega endanlegum starfslýsingum starfsmanna sem taka breytingum, einhverjum ferlum, reglum og þar litur og eins fjárhagsáætlun því að það getur verið að það verið tilflutningur innan liða fjárhagsáætlunar. En eins og áður sagði að því að það hefur verið spurt það í kostnaðarmati, ef öllu jöfnu hefðum við gert kostnaðarmati, hefur farið því sem aukinn kostnaðar. En málaflokkur ná að bera þetta í ljósi þeirra breytingar sem gerðar á störfum
núna við það að æskulýðsíþróttafulltrúi lætur á störfum hjá sveitarfélaginu vegna flutnings og notað inn á tækifæri hér og þakka Bjarka Oddssyni kærlega fyrir góð störf og gott samstarf. Hann lætur nú á störfum áramót og flytur frá okkur sem okkur þykir leitt en við treystum því að hann komi aftur þannig að sér hvað þegar fram í sækir eins og alltaf þegar einhver flytur á svæðinu. En þannig að þetta hér lagt fram af hálfu stjórnkerfisnefndar. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp lið 8 tillögur stjórnkerfisnefndar til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja, gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í þá ætla ég aðeins að leggja fram tillögu að fundartímum bæjarstjórnar frá byrjun næsta árs fram að vori. Eins og bæjarfulltrúar þekkja þá samþykkir bæjarstjórn fundartíma sína 2 á ári, boðar svo til aukafundar eða breyti fundartímum ef þörf á, en bæjarstjórn ein getur tekið þá ákvörðun. Þá eru fundardagar svohljóðandi. Það 7. og 21. janúar, 14. og 18. febrúar, 4. og 25. mars og þann 25. þá gerum við ráð fyrir fyrri umræðu ársreikningi. 15. apríl og þá verður síðari umræðu ársreiknings. 7. og 20. maí og 4. og 24. júní. Þetta verður þá fært til bókar í lok fundargerðar bæjarstjórnar. Þá dagskrá fundarins tæmd og það verður boðað til næsta fundar með dagskrá á nýju ári. Nú sá bæjarstjórnarfundur verður þá 7. janúar 2021. Ég þakka fyrir fundarsetuna og málefnalega umræður og óska ykkur gleðilegra jólahátíðar og þakka fyrir samstarfið á liðnu ári og segi hér með fundi slitið.